Það endurvending í loftinu á Vopnafirði. Afburðarkeppnin Austfjarðatrölli 2009, þetta mót haldið í 14. sinn. Upphafsmaðurinn Njáll Torfarsson sem býr á Breiðdalsvík hafði mikið fyrir að koma þessu móti á fætur. Austfjarðatrölli byrjaði smátt, en það nú orðið ómissandi hluti af austfirsku sumri. Mótið nú sannkallað ofurmót með 9 keppendum sem keppa í 11 greinum. Lítum nánar á keppendur. Árni Freyr Gestsson, 25 ára viðskiptafræðingur og meistaranemur Reykjavík, 190 cm og 120 kg, hóf afburðarferil sinn í þessari keppni í fyrra, öflugur burðarjálkur og steinakall. Hafþór Júlíus Björnsson, 20 smíðanemi af Akranesi, 205 cm hár og 160 kg, birtist fyrst og óvænt á Vestfjarðavíkingi fyrir í sumar og varð fjórði í harðri keppni við þölvana afburðarkappa. Hallgrímur Pálmi Stefánsson, 22 ára vélvirki og öryggisvörður af Akranesi, 194 cm og 125 kg. Fyrrum körfuboltamaður sem hóf afburðirnir í sumar og var 9. í Vestfjarðavíkingnum. Jón Þór Ásgrímsson, 24 ára vélvirki frá Akureyri, 198 cm og 122 kg, fyrrverandi íshokkíkappi og vaxandi afburðarmaður. Sigraði í keppninni afburðarmeistarinn í fyrra, 8. í Vestfjarðavíkingi í sumar. Jónas Karl Jónasson, 19 ára hafnfirðingur, 196 cm og 127 kg. Nýliði í afburðunum, frændi Benedikts Magnússonar hins sterka, ætlar sér stóran hlut í framtíðinni. Páll Logason, 23 ára sölufulltrúi Reykjavík, 175 cm og 140 kg. Nýbakaður kraftavíkingur og uppsveitungur, annar á Vestfjarðavíkingi og 3. sterkasta manni Íslands. Sturla Ólafsson, 38 ára slökkviliðsmaður og sterkasti maður Suðurnesja í 5 ár. 105 kg og 180 cm. Sturla léttastur keppenda en sterkasti maður Íslands 2009 í flokki 105 kg og undir. Úlfur Orri Pétursson, 22 ára rafvirki og þungarokkar úr Reykjavík, 190 cm og 142 kg. Úlfur Orri keppti hér í fyrra og nýkliftur. Hann litli bróðir Stefáns Sölva sem tvisvar hefur orðið Austfjarðatröll. Valgeir Pálsson, 18 ára, 197 cm og 119 kg, annar nýliði í afburðunum úr Hafnarfirði og lærisveinn Benedikts Magnússonar afburðarkappa. Vopnafjörður dregur nafn sitt af Eyvindi Vopna, einum 3 landnámsmanna í firðinum sem löngum hefur verið orðlagður fyrir veðursæld, náttúrufegurð, laxveiðiár og fagrar konur. Kaupstaðurinn Vopnafjörður, 700 manna pláss, stendur á Kolbeinstanga sem skagar út í fjörðinn. Þar kaupvangur, gamalt og glæsilegt, endurbyggt verslunarhús. Danski byggingameistarinn Fredrik Bald lauk byggingu kaupvangs árið 1882. Bald þessi reisti raunar líka Alþingishúsið við Austurvöll í Reykjavík. Kaupvangur var verslunarhús þar til fyrir 50 árum, nú það menningarhús. Þar stendur minnisvarði vesturfarana, en flestir vesturfarar fóru frá Vopnafirði. Í kaupvangi líka múlastofa, tileinkuð lífi og list Vopnfirðinganna og bræðranna Jónasar og Jóns Múla Árnasonar. Fyrir fram að kaupvang ríkir sem sé eftirvæntingin, keppendur iða í skinninu og áhorfendur bíða átekta. Mögulegir afburðamenn framtíðarinnar geta varla beðið. Fyrsta grein á Austfjarðatrölli bíladráttur eða hönd yfir hönd. Keppendur draga sendibíl á höndum. Bíllinn að minnsta kosti 4 tonn, enda hlaðinn afburðartækjum. Úlfur Orri Pétursson á fullt í fangi með bílinn og verður að láta staðar numið við tæpa 18 metra. Valgeir Pálsson fer hugprúður í sína fyrstu afburðin á móti. Þessi 18 ára strákur greinilega handsterkur vel og dregur kaðalinn jafnt og þétt báðum höndum. Hann dregur bílinn alla 25 metrann á tíminn, 69,66 sekúndur. Hafþór Júlíus Björnsson, hinn 20 risi af Akranesi, tekur fast á kaðlinum. Hér 160 kg sem borin vel. Handbragðið lærist og lærist vel. Tíminn góður, 50,5 sekúnda. Þá það annar skagamaður, Hallgrímur Pálmi Stefánsson. Þessi dráttur sækist vel framan af. En bíllinn þungur og síðustu metrarnir aðeins á móti. Bíllinn má ekki stöðvast, þá fer illa. Hallgrímur verður að láta þetta duga, en það vantaði aðeins 30 cm til að klára. Páll Logason klárlega einn sterkasti maður landsins og með þeim reyndar í bransanum sem undirstrikar hérna miklu endurnýjun. Keppnisferill hans hefur þó staðið í aðeins hálft 3. ár. Páli sækist þetta vel þó hann geti bætt tæknina. 56 sekúndur, næst besti tíminn til þessa. Slökkviliðs- og sjúkraflutningamadurinn Sturla Ólafsson maður snarpur og þrautreyndur í hröðum, öflugum og fumlausum handtökum. Það sést vel hér. Sendibíllinn flýgur áfram með öllum þeim þungmálmi sem í honum hvílir, rétt rúmar 40 sekúndur og Suðurnesjamaðurinn hefur tekið afgerandi forystu.
Árni Freyr Gestsson hefur reynst vera seigur í alls kyns burði og steinatökum og hér sækist honum vel bíladráttur. En sendibíllinn sígur í, svíður hverjum togið eymsl og kvöl af amstri því engu verður logið og það hefst nú samt, 78,3 sekúndur. Jón Þór Ásgrímsson hefur gripið vel taktinn í þessari braut og honum sækist vel drátturinn. Það er ljóst að hrökkvi ekki allt í baklás hér á lokaspretti, þá gerir þessi hávakni vélvirkjur Eyjafirði allögu að efstu sætunum. Hann nær þó ekki Suðurnesjamanninum, en 52,85 sekúndur, það er þriðja sæti. Jónas Karl Jónasson reynir þetta í fyrsta sinn og fer vel af stað, þetta lítur vel út, en allt í einu er allt steinastopp. Bíllinn í bremsu, orkan búinn, tæpir 24 metrar. Úrslit í fyrstu grein eru klár. Sturla Ólafsson sigrar glæsilega með 10 sekúndna mun, Hafþór Júlíus eru á rúmum 50 sekúndum, svo er stutt í Jón Þór í þriðja sæti og Pál í fjórða. Vonbrigði Úlfs Orra eru mikil, en nýliðinn Valgeir má vel við unna og þetta er skínandi byrjun hjá Suðurnesjamanninum í fyrsta sæti. Ég ætla hann að gefa þeim ekkert eftir. Hvernig líst þér á svona framhaldið og greinarnar? Bara vel, skemmtilega greinar og góður hópur. Ég held að það verði spennandi keppni. Hverjir heldur að vera helstu keppinautarnir? Klárlega Páll og Hafþór. Já, þetta var fín byrjun. Bara halds áfram. Þú ætlar að sigra þetta mót? Já, það er ætlunin. Betra að byrja illa og enda vel, þetta er að gera aukt. Þannig að ég enda bara betur en þetta. Sjáum inn í næstu grein, þetta er mín grein. Við ætlum að heltaka við, stefna sigur og sjálfsögðu. En svona í mótinu sjálfu, hverjir heldur að séu helstu keppinautarnir og hverja sérðu möguleika þína? Náttúrulega fyrst þeir sem komum í hugan eru Palli og Haffi. Ég er sáttur að við hangi í topp 3, minnst það raunhaft. Með þetta voru ég bara að taka hrikalega í næstu greinum og skora hátt. Kraftajötandi fá stutta hvíld í Vopnafirði. Næst er bóndaganga. Bóndaganga nætti frekar að heita þrautaganga. Í hvorri hönd er lóð upp á 120 kg. Það þýðir að léttustu keppendurnir reyna að hafa meira en eigin þyngd í hvorri hönd. Úlfur Orri Pétursson siglir af stað eins og hann lofaði, brautin er 25 metrar. Hann er hér að ljúka leiðinni tilbaka og svo er að vanda sig í snúningnum. Þá geta menn mist lóðin ef ekki er gætt að. Úlfur snýr, en kraftarnir eru þrotnir. 51 metri hjá honum. 120 kíló í hvorri hendi er ekkert grín, það vita þeir sem reynt hafa og það er hreinlega ekki sjálfgefið að komast á stað í þraut eins og þessari. Jónas Karl fær að finna fyrir því, eitt er að koma lóðinu frá jörðu, annað að ganga af stað með þau. Árni Freyr Gestsson rífur upp þessa manndrápskúta og steðjar af stað, en greipið svíkur eftir aðeins 5 metra og þar með verður sú sjóferðin ekki lengri. Páll Logason veit að hann á góða möguleiki í þessari keppnisgrein enda nýtast hér vel eiginleikar réttstöðu liftarans og kraftliftingarkappans og svo náttúrulega sterkar greipar. Páll gengur og gengur, við annan snúningur konir 50 metrar, hann tekur forystu. Hvað skildi þetta verða löng ganga hjá fermetranum eins og Páll stundum nefndur? Jú, 58,2 metrar. Jón Þór Ásgrímsson hefur reynt bóndagönguna nokkrum sinnum og heldur hugprúður af stað. Honum sækist ferðin vel þó megi greina sársauka í hverju skrefi þegar á líður. Hér snýr Jón Þór öðru sinni, það eru konir 50 metrar. Nú er árangur Páls í uppnámi. Nei, það vantar rúman metra, 57,14. Hafþór Júlíus Björnsson hefur mikla krafta en hér eru gríðarleg átök. Hann hefur fyrir framan sig árangur þeirra Jóns Þórs og Páls. En það er auðveldara um að tala en í að komast að ganga með þessar byrðar fram yfir tilsett mörk. Georg Ögmundsson fylgist grannt með og hvetur keppendur. Georg sigraði í þessari keppni í fyrra. Og Hafþór er komið 50 metrana, nú er að sjá hvort hann slær keppinautunum við. Jú, hann nær Jóni Þór. Hann er rétt á eftir Páli, 57,5 metri. Sturla Ólafsson er 105 kíló, hvort handlóð er 120 kíló. Hann er því ekki einu sinni þriðjungi af heildarþyngdinni. En honum sækist þessi ganga samt vel og glæsilega. En það dugir þó ekki til hann á 50 metra markinu. Hann fer 38,5 metra. Páll Logason sigrar með 58,2 metra en sentimetra skilja að fyrstu 3. Hafþór Júlíus er annar og Jón Þór 3., Úlfur Orri 4. og Sturla 5. Hafþór hefur 16 stig í efsta sæti, Páll 15. Og Jón Þór og Sturla hafa 14 stig hvor. Síðustu 5 eru svo í þéttum hópi. Já, þetta kom allt með góða verðinu sko. Þá svona fann maður orkuna allt í vita minni beint í skorkinu og þetta bara eitthvað svo við sögum. Já, þetta lítur mjög vel út og ég er bara spenntur að sjá hvað gerist. Ég ætlaði að vera að vinna þessa grein en bara greipana er ekki nú sterkar. Næsta grein er svona helluburður. Þú stóðst þér svona vel í helluburði fyrir vestan. Þannig að það ætti nú að vera grein fyrir þig.
Já, það er rétt, þannig að maður bara gefur allt í þetta. Ertu sáttur? Já, ég furðu sáttur sko. Með hvernig er. Svo bara halda þessu. Ætlaður þér meira? Maður ætlar sér alltaf meira. Svo bara hvað maður sætti sig við. Ég nokkuð sáttur núna. Og stefnan sett á verðlaunasæti? Já, því ekki annað að vera á palli. Ekki annars pallur? Bóndagangan svolítið þung? Já, hún var helvítið þung. Hún var þyngri heldur en ég bjóst við sko. En bara, ég náði þessu upp en síðan þegar átti að fara að labba af stað þá gekk það ekki alveg nógu vel eftir. En ég kem bara sterkari aftur til næsta sumar. Hvernig líst þér á framhaldið? Mér líst bara mjög vel. Ég er mjög spenntur fyrir hellunni á Borgarfirði eftir. Bara hrikalega spenntur. Það þýðir ekki að sökkva sig í eitthvað þunglindi. Svona er þetta bara. Það er að rísa upp úr öskunni. Já. Það geði ekki sandinn er að renna í mig. Þetta er alltaf að gerast. Þetta mætti nú vera betra sko. Ég vissi fyrirfram eins og greipin og var ekki alveg eins og ég vildi hafa hana en þannig að ég er bara nokkuð, ég er sáttur með það sem að áhorði. Maður brosir bara gennum tárin, kemur þetta. Ég ákveður. Og bara kemur öflugar inn. Að sjálfsögðu. Ég vinn bara Íslandsmeti í höllinni. Það er óvíða fegurri fjallarhringurinn á Borgarfirði eystri. Borgarfjörður er nyrstur fjarða sem ganga inn í Austfjarðahálendið. Þar er Bakkagerði, fallegt sjávarþorp þar sem búa 100 manns. Á Borgarfirði hefur listagyðjan blessað mannskapinn tíðina og gefið þjóðinni listamenn. Í kirkjunni í Bakkagerði er til dæmis altaristalla eftir heimamanninn Jóhannes Kjarval. Hér er margt að sjá og sagt að fuglaskoðurum leiðist ekki sólarhringum saman þó þau fari ekki úr Hafnarhólmanum, enda þar næga bjargfugla að sjá. Fjöll og hamrar á Borgarfirði eru forn og þaðan kemur gott og fallegt grjót, meðal annars Álfahellan svo varna, 168 kíló að þyngd. Álfahellan minnir á Húsafellshelluna sem er 18 kílóum þyngri og hér mæla aflurunarmenn hver langt hver getur gengið með Álfahellu á tjaldstæðun á Borgarfirði. Köppum þykir gott að treysta gripi með klístri, brautin er 25 metrar og svo er þar, eins og í bóndagöngunni, að snúa við. Það er sérlega erfitt með þessa miklu byrði sem aukin heldur Birgir sín. Flestum sem ná takinu yfirleitt. Hallgrímur Stefánsson stefnir að því að snúa í annað sinn þegar hann verður að láta staðar numið eftir 44,6 metra. Nýliðinn Jónas Karl Jónasson er búinn með fyrsta snúningin en missir helluna hér eftir 32. Margur þættist nú full sæmdur af því þó jötnum þykir þar vanta á. Árni Freyr Gestsson þykir segur að burðast með hluti og honum gengur vel. Hann snýr öðru sinni og 50 metrar þar með að baki. Og nær hann nýliðan Valgeri, 57, 58, 59, nei, 58,70 metrar. Álfahellan er nokkuð stór í fangi Sturlu Ólafssonar en það er undantekning að menn sjá yfir þessa hellu hvort sem er. Og það að halda fast þýðir að menn hætta á endanum að ná andanum. Sturla grípur andan á lofti á 50 metra markinu og missir helluna. Úlfur Orri Pétursson fyrir hratt af stað en á öðrum snúningi er allt á minni hraða, 51,65 metrar. Eyfirðingurinn Jón Þór Ásgrímsson er vel hannaður fyrir þessa hellu. Skankar eru langir og hálsinn og Jón Þór nær að gæjast yfir. Það hjálpar. Hann er hér á þriðju ferð eftir brautinni, 75 metra markið er við næsta snúning. Íslandsmetið er handan við hann. Jón Þór er komið 75. En hann fer ekki lengra að þetta með bestu göngum með Álfahelluna frá upphafi. Mjög hávaxnir menn hafa oft gert það gott með Húsafellshelluna, sama á við Álfahelluna hér á Borgarfirði. Hafþór Júlíus Björnsson er 2 metrar og 5 centimetrar og hann snýr listilega öðru sinni. Íslandsmet með þessa hellu er 87,05 metrar, það setti Orri Geirsson í fyrra. Stefán Sölvi Pétursson gekk á eftir, 86,8 sem er næst besti árangur með þessa hellu, því Orri bætti metið í fyrra rúma 10 metra. Hafþór er algjört ofurmenni með þessa hellu í fanginu. Þriðji snúningurinn tíður 75 metrar pluss. Þegar leiðin er hálfnu tilbaka er metið fallið og það fellur. Og nú er hvert skref í viðbót á metið. Já, og 100 metrar. Þvílíkt ofurmenni Hafþór Júlíus Björnsson. Páll var það erfiða hlutverk að ganga fyrstur og eftir meti sem gæti alveg eins staðið í áratugi. Þrátt fyrir lítið útsýni við annan snúning er ljóst að hér verður að minnstakosti gert tilkall til sætis í efri hlutanum og hér fellur grjótið þar sem merkin eru þéttust. Páll reynist að hafa farið 59,5 metra sem er 4. sæti. Við sjáum svo að hér að lokum fulltrúa áhorfenda sem virðist afar vel til helluburðar byggður. Mér heyrist áhorfendur kalla Andri og árangur hans er líka glæsilegur, hann gengur hér 20 metra.
Fín byrjun, kannski kemur hann síðar til keppni. Hafþór Júlíus verður hér í minnum hafður. 100 metra met hjá honum. Jón Þór Ásgrímsson annar með 75, Valgeir þriðji með 59,98 og Páll og Árni Freyr skammt á eftir. Hafþór hefur 3 stiga forskot að loknum fyrsta keppnisdegi. Jón Þór og Páll í öðru og þriðja sæti. Sturla fer fyrir þéttum hópi þar á eftir. Já, þetta gekk bara mjög vel. Mjög sáttur með það. Góð byrjun. Var hellan ekkert þung? Já, svolítið þung. Þú hætti ekki að anda í síðasta 25 metrunum. Hefur þú getað að fara lengra? Já, nei, ég held ekki. Hvaðan í ósköpunum kemur þú eiginlega? Ég kemur Hafnarfirði og kemur bara úr handboltanum þannig séð en samt svolítið síðan í hættu og í Super Gym bara að lifta og Benni hvatti mig til að taka þátt í þessu móti. Já, þú sér ekki eftir því, þetta gengur vel hjá þér. Já, þetta gengur mjög vel, ég er mjög ánægður með þetta. Og þú ætlar að leggja þetta fyrir þig? Já, það lítur allt út úr það. Þetta er geðveikt. Morgundagur verður betri, það verður allt annað. Þú ætlar að klifra upp stigalistan? Já, ég ætla að reyna það sko. Það þýðir ekkert að gera þetta með hálfum hug. Núna fer bara allt í þetta. Þetta er logo góð eins og er. Og nú bara næst 2 dagar gangi líka vel. Sjáum til. Já. Aflraunamenn helsa nýjum degi á nýjum stað. Reyðarfjörður er verðugur vettvangur Austfjarðatrölla. Reyðarfjörður er lengstur Austfjarða 30 km langur. Þorpið þar nefndist Búðareyri. Það er norðanmegin og þar rennur Búðará. Allt er þetta nú hluti sveitafélagsins Fjarðarbyggðar. Reyðarfjörður var vettvangur hernáms síðari heimsstyrjaldar og þar er að finna merkilegt stríðsminjasafn og hér er líka álver Alcoa við Hraun, fjölmennasti vinnustöður á Austfjörðum. Við Búðará ætla tröllin að kasta álkubbi sem vegur 20 kg. Reyðfirðingar fylgjast með og fleiri. Hér má sjá upphaflega Austfjarðatröllið Njál Torfason af Breiðdalsvík, hann er upphafsmaður þessara keppni. Skammt undan er annar aflraunakappi fyrri ára, Jón Valgeir Williams með indjánaklippingu og svo náttúrulega Georg hér allt að dæma og hjálpa til. Aðferði í álkubbakasti er frjáls, en flestir hafa kappandi komist að þeirri niðurstöðu að árangursríkast sé að kasta þessu ferlíki aftur fyrir sig. Hver kappi fær 3 köst. Jón Þór Ásgrímsson nær besta árangri sínum í fyrstu umferð, kastar 5,35 metra. Jónas Karl kastaði 4,45 í fyrstu umferð og kastar hér upp á sentimetra sömu vegalengd í annarri umferð. Úlfur Orri Pétursson er öflugur í þessu. Hann tók forystinn í fyrstu umferð og kastaði lengst 6,90. Hér er kast nummer 2 og það er 7 metrar og 3 sentimetrum betur. Glæsilega gert. Í lokaumferðinni leggja kappandi svo allt undir. Hallgrímur Pálmi kastar hér 5,71 metra. Sturla kastaði 5,80 í fyrstu umferð og hér kemur annað eins kast, 5,81. Árni Freyr hefur fylgt Úlfi Orra fast eftir, fyrst með 6,60, svo 6,87 og hér 6,96. Það er annað sæti enn sem komið er. Páll Lóason er búinn að kasta kubbin 6,5 metra og hér gerir hann betur, 6,92 en hann er rétt á eftir Árna Freyr. Og hér er síðasta kastið í keppninni. Hafþór Júlíus hafði þriðja lengsta kastið eftir 2 umferðir, 6,75, en gerði ógilt í fyrstu umferð. En þessi árangur, 6,75, dugir nú aðeins í 4. sæti. Það er mikil sveifla og hvað gerist? Jú, 7,42 metrar. Lengsta kastið til þessa og það síðasta í greininni. Glæsilega gert og sigur tryggður. Hafþór Júlíus eykur forskot sitt. Úlfur Orri er annar og sækir fram sem og Árni Freyr og Páll er 4. Nú skilja að 7 stig. Hafþór Júlíus í efsta sæti stigakeppninnar og Páll Lóason í öðru sæti. Jón Þór Ásgrímsson er 3. Já, það lítur mjög vel út og ég er bara mjög sáttur með það. Kraftamenn færa sig set á Reyðarfirði upp í hlíðina fyrir ofan álverið. Hér er útsýnisplan og vítt til allra átta og fleiri álkubbar í boði. Þessir eru þó miklu þyngri, 75 kg, 90 kg, 100 kg og 110 kg. Keppendur fara í alla 4 í einu á tíma. Og kubbarnir séu sléttir á hliðarnar er það ekki endilega til að hjálpa í þessum átökum. Jón Þór Ásgrímsson tekur fyrst 75 kg kubb en 90 kg kubburinn reynist of erfiður. Hallgrímur frændi Úlfs Orra rífur af sér bönd og belti og fer aftur í 75 kg kubbinn eftir að þetta tókst ekki strax. Og þá, að lokum, fer hann upp. Sturla Ólafsson gengur ákveðin til verks. Hér eru 75 kg uppi og beint í 90. Þetta eru glæsileg handtök. Léttasti maðurinn í keppninni er fyrstur til að taka 90 kg kubb alla leið upp.
Þessi kubbur svo næstum jafn þungur Sturlu, 100 kíló. Og þetta hefst víst ekki í dag. Páll Logason hefur frá upphafi verið afar sterkur í þessari grein. Hann lyftir 75 kílóa kubbi, hefur lítið fyrir því. Og 90 kílóa kubbi, léttilega. 100 kílóa kubbur svífur upp. En Páll nú heppinn að Georg Dómari Ögmundsson fyrir Austfjarðatröll lætur þessa lyftur standa. En Georg ekki eins miskunnsamur hér á 110 kílóin. Þetta ekki gilt, segir hann. Páll lætur ekki á sig fá. Hann tekur kubbinn aftur. 110 kíló eru það og þau eru uppi. Páll hefur lyft þessari keppnisgrein í nýja hæð á þessu móti. Það tekinn tími á hverjum kubbi og Árni Freyr Gestsson tekur 75 kíló á 12 sekúndum. En 90 kílóin hafast ekki. Þetta munar einlega grátlega litlu. Úlfur Orri fer svo á stað með miklu öryggi og rífur upp 75 kíló og 90 kíló á 19 sekúndum. En 100 kílóa kubburinn ætlar ekki að verða vinur neins, nema kannski Páls, og þetta munaði ekki miklu. Hafþór Júlíus Björnsson á einn stóran veikleika sem aflraunamaður, það eru svona lyftur fyrir höfuð. Vogastangarafli skýrir þetta kannski að nokkru, handleggir Hafþórs eru ekki þeir stystu í þessum bæ. 75 kíló á 6 sekúndum en 90 kílóum vilja bara ekki upp. Hér munar líka vilja og trú og þetta dýrt þegar maður í toppbaráttu. Þessi dagur í dag heldur þyngri heldur en dagurinn í gær og það það sem hentar mig vel. Ég er sterkari en ég sneggri. Þannig að ég vona að ég geti skora ágætlega bara í dag. Náðu að taka eitthvað vel í reststöðunni, ég stefna okkar bætingar þar. Þú ætlar að sigra reststöðuna, eða ekki? Það kom aldrei neitt annað til greina. Magnús, þú veist þetta. Nei, þetta gekk ekki nógu vel. Ég þarf að styrkjast með í öxlum og kom bara betur næsta ári. En þetta kostaði svolítið að stigum í keppninni? Já, það rétt. Bara berjast á þann. Hvernig líst þér á þær greiðunar sem eftir eru? Nú er reststöðulyfta og taka alla steinin eins og oft og hægt er. Mér líst bara mjög láta, bara taka á þessu. Jæja, þetta gekk nú fínt. Já, alveg ljómandi. Ég vonandi að maður ná að halda dampi. En greinarnar sem eftir eru í dag til þess, hvernig leggjast þær í þig? Þetta eru erfiðar greinar fyrir mig. Ég er að bíða svolítið til trukkadrættunum, en þessar págreinar, þær eru mér erfiðar. Reststöðulyftan erfið og en steinnin? Já, steinnið er bara, ef ég er heppinn og dett vel inn í hann, þá verður hann góður. Ég er samt sáttur með fyrstu tvo, tók þetta þokkalega góðum tíma. Munaði mjög litlu með þriða, þannig að ég er bara nokkuð sáttur. Og það búið að ganga vel í dag, kastið gekk vel? Já, þetta var allt annað dagur í daginn í gær. Þannig að held tökum að þið bara. Er Úlfurinn vaknaður? Úlfurinn er vaknaður. Úlfur skræði! Páll sigrar í þessari grein með yfirburðum. Úlfur Orri í öðru sæti og Sturla þriðji. Það Hafþórs að hafa verið fljótur með fyrsta steinin, hann fær 4. sæti. Páll vinnur aftur 3 af stigunum 7 sem munaði fyrir kubbaliftuna. Jón Þór, Sturla og Úlfur berjast hart 3. sæti. Seyðisfjörður sögustaður Austfjarðatröllsins. Þar Magnús Ver Magnússon, einn af stólpum þessarar keppni alinn upp. Hann fremsti aflraunamaður Austfjarða, enda varð hann ekki sjaldnar en 4 sinnum sterkasti maður í heimi. Nú hann mótstjóri en hann hefur margoft sigrað á þessu móti. Margir telja Seyðisfjörð fegursta bæ landsins. Hvort sem aðrir eru sammála því eða ekki, þá liggur fyrir að lega bæjarins margt einstök og hér mikið og heillegt safn gamalla, fallegra timburhúsa. Timburhúsin eru frá þeim tíma að norðmenn veiddu síld fyrir Austurlandi og norskir athafnamenn settu stað á Seyðisfirði. Sæsímastrengurinn var líka lagður til Seyðisfjarðar 1906 og bandamenn höfðu þar mikil umsvif á stríðsárunum. Nú sem fyrr mikið menningarlíf á Seyðisfirði og þar menningarmiðstöðin Skaftfell. Þangað kemur líka ferjan Norræna. Aflraunamenn í Austfjarðatrölli reyna sig við nýja þraut á torginu fyrir framan félagsheimilið Herðubreið á Seyðisfirði. Nú skal lyfta Atlas steini. Þetta 155 kílóa steinsteypukúla og hún á að fara yfir 125 cm háa rá. Það þarf bæði mikla krafta og örugga tækni til að leysa þessa þraut og það reynist mörgum megn. En Árni Freyr Gestsson góðu taki á þessum steini. Hann hefur náð kúlunni þeirri Arnar tvisvar yfir og hann hér góðum takti og yfir í 3. sinn. Hafþór Júlíus Björnsson nýtur þess að hafa langar hendur í þessari þraut
en hæðans gerur honum erfitt fyrir að rétta sig upp með þessa gríðarþungu kúlu. Kapparnir hafa 90 sekúndur og þetta er 7. lyfta kappans, hægt en örugglega. En hér aðeins 5 sekúndur eftir. Er það nóg til að ná 7. lyftunni? Hafþór keppist við, en nei, þar gall flautan og ekki nema 6 endurtekningar. Kannski að hann átt að fara aðeins hraðar. Sturla Ólafsson stekkur á steininn og þetta gengur vel. Hann taldi eins og við heyrðum áðan að ef hann félli vel í taktinn, þá gæti þessi grein gengið framar vonum. Yfir hjá honum og þá er næsta sinn. En steinninn er hálf önnur þyngd Sturlu og það þarf langa arma til að ná vel utanum hann og Sturla verður að láta 1 skipti nægja. Magnús Ver hvetur Úlf Orra Pétursson að fara sér hægt, en Úlfi Orra liggur jafnan mikið á og þetta getur verið afleiðing af því. Hann missir steininn og þarf að byrja upp á nýtt. Og aftur tekur hann fast á því, þetta er glæsilega gert, nógur kraftur. En hvað gerist hér? Er það sinadráttur í fæti eða er það tognun? Sama hvað Úlfur reynir, það virkar ekki neitt, þetta verður bara 1 skipti núna. Páll Logason veit að hann þarf að taka steininn oftar en 6 sinnum til að fara fram úr Hafþóri og hann gengur bara hreint til verks. 1, 2, 3 sinnum nær hann að lyfta 155 kg steini yfir rána í 125 cm hæð og notar aðeins til þess 20 sekúndur og þetta heldur áfram á sama hátt, 4 sinnum. Páll er gríðarlega sterkur, við nefnir fermetrinn á við hversu breiður og burðugur hann er. 5 skipti, 6 skipti og með því hefur Páll jafnað árangur Hafþórs. En hann ætlar sér lengra, 7. lyfta skal koma og hér kemur hún. Það er ekki liðan nema 55 sekúndur, 35 eftir. Hvað gerir hann svo? Ekki neitt. Jú, Páll manar áhorfendur að lokum til að hvetja sig alla leið í 8. lyftuna. Glæsilegur sigur hjá Páli, 8. lyftan þarna og hann nær stíja af Hafþóri hér líka. Smá tognun í aftanverðu læri. Já, það lítur út fyrir það. Þetta er aldrei leiðilegt, mér fannst hann mun lettan í brjósti við heldur steininn. Við skulum sjá, við förum bara, tökum á eitt aðeins eins og við getum. Þið er eitt annað, ekkert val. Þú ætlar ekkert að væla, þú gefst ekkert upp? Aldrei, úlfurinn gefst upp. Steinatökin, þetta gekk vel? Þetta gekk svo sem nógu vel sko, en ég hefði viljað gera betur. Þetta er ánúrgjör það þungur steinn, en jú, þetta skilaði mér svo sem ágætum morgun, þannig sé. Þetta skreið, ég er komin upp í 3. sæti, þannig að þetta gengur. Þú ætlar að halda þér þagar? Já, ég ætla að enda daginn í 3. sæti. Var þetta í fyrsta geti sem þú prófaði kúlustein eða? Nei, ég hef nú prófað þetta áður, en þetta er samt bæting. Ég hef ekki repsað hann svona ofta áður. Sáttur við steinatökin? Já, segja það, það er mjög sáttur. Páll sigrar glæsilega í greininni, Hafþór Júlíus er örugglega annar. Árni Freyr er í 3. sæti og Unnur vel við. Sturla og Úlfur jafnir í 4. til 5. Í stigakeppninni hefur Hafþór nú 3 stig á Pál, þeir eru komnir í sérflokk. Sturla er 3. í hörðum slag það sæti, 3 eru skammt undan. Það er mikil og góð stemning á Seyðisfirði og það er allt í reiðu að fara beint í 7. grein. Hér er réttstöðu lyfta komin í fullan gang og við komum til leiks þegar að komin eru 260 kíló á stöngina. Jón Þór Ásgrímsson er nærri 2 metrar á hæð og hann þarf að toga þetta býsna langt. En það hefst. Sturla Ólafsson rífur þetta líka upp en án mikillar fyrirhafnar. 260 kíló. Hér eru 300 kíló komin á stöngina. Úlfur Orri Pétursson gengur að þessu með látum og rífur upp. Það gleymist gjarnan hversu ungir þessi menn eru þegar þeir taka á slíkum þyngdum. Úlfur er bara 22 ára og Hafþór Júlíus hér er ekki orðinn 21. Hann hefur dálítið fyrir því að taka upp þessa byrði enda þarf stöngin upp í talsverða hæð. Svo er það réttstöðuliftarinn Páll Logason og 300 kílóum fara ekkert nema upp. Páll er sérhannaður í þessa grein sem hann hefur mikið dálæti á. Það eru komin 320 kíló á stöngina. Hafþór Júlíus er komin á leiðarenda í þessu þetta árið. Hann er þó ekki alveg tilbúinn að taka þessu. 340 kíló. Úlfur Orri sleppti 320. Hér tekst hann á við 340. Þetta er áhætta, en hann telur sig geta þetta og þetta er þungt og alltaf leiðin á sinn stað. Nema hvað? Það er eins og haldið svíki, lóðin falla. Það er vonlaust alltaf að gera eitthvað meir í þessu. Páll Logason gengur beint til verks, 340 kíló fljúga upp eins og ekkert sé. Nú er eðlilegt að huga að meti. Páll hefur tryggt sér sigur, áhorfendur bíða spenntir. Páll lætur setja 415 kíló á stöngina. Hann vill bæta met Magnúsar vers Magnússonar, 410 kíló.
Það setti Magnús á Vestfjarðavíkingi á Sævangi við Hólmavík fyrir nokkrum árum. Hér þarf að tína til öll lóð sem til eru og jafnvel þó víðar væri leitað. En 450 kíló eru það. Jæja Páll, uppskall það. Mikil átök, nei, það munar ekki miklu. En Páll þarf enn að bíða eftir meti. Það er leiðilegt að Úlfur sem átti nú að geta staðið sem miklu betri eins og við höfum séð. Hann meiddi sig eitthvað í steinunum sem var síðasta grein. Og það hefur greinilega verið að sjá hann eitthvað. En við ætluðum að fara saman eitthvað upp. En þetta er stundum svona, það er ekki alltaf jólinn. Það hefur nú verið gaman að sjá Palla taka 415, taka metið á ákveðnum einstaklingi. Já, þetta er nú þokkalega gott met. Ágætis met, verður fljótt slegið. Hvernig gekk þetta? Ekki nógu vel, ég hef verið að klára 280. Það á að fara. Ég veit meina morgundagurinn myndaður. Kemur sigrar á morgun? Algjörlega, það er sigur eða dauð á morgun sko. Við mætum hel uppiður næsta ári. Hrikalegur. Páll Logason sigrar hér með glæsibrag en Hafþór Júlíus er annar ásamt Úlfi Orra. Hér vinnur Páll 1,5 stig af Hafþór í slagnum efsta sætið. Eftir 7 greinar og 2 keppnisdaga skilur 1,5 stig toppmennina 2. Sturla og Úlfur eru jafnir í 3. Jón Þór spönn á eftir en aðeins lengra í Árna Frey. Þegar þéttbýlið Egilsstaðir var stofnað árið 1947 voru íbúar 110. Nú eru þeir 3000. Á Egilsstöðum er alþjóðaflugvöllur, menntaskóli, menningarhús, söfn, Vilhjálmsvöllur, Gálgaklettur, Kvennavarða, Lögurinn og Lagarfljótsormurinn. Það er runnin nýr dagur á Héraði og nú stendur þar Ormsteiti. En hverfahátíð var mikil hér í gær og glæsilegar myndir til af því. Árleg stórhátíð hvort tveggja. En hér í miðri Ormsteitinni vilja kraftamenn draga trukk. Við erum fyrir neðan sláturhúsið, hér heitir líka Kaupangur. Trukkurinn er kannski 16 tonn, vegalengdin 20 metra. Árni Freyr Gesson kemst að því fullkeiftu með það hversu þungur svona trukkur getur verið. Síðustu metrarnir af þessum 20 verða sérlega erfiðir. Árni Freyr dregur rétt tæpa 17 metra á 90 sekúndum. Reynsla Jóns Þórs reynist svipuð. Þetta er endalaust erfið á síðustu metrunum. Það er alltaf slitna og rifna og virðist ekkert taknást með skóm á þessum malbiki. 15 metrar hjá Jóni Þór. Úlfur Orri fer hugprúður á stað. Enn eru lokametrarnir eins og martröð og á endanum þá er ekki nægur tími. Hann er enn á ferðinni, hann ætlar ekki að gefast upp. En þegar að tíminn er búinn er hann kominn rétt rúma 18 metra. Hafþór Júlíus leggur öll sín 160 kíló á bandið og þetta er nú sterkt band svo það er allt í lagi. En þetta gengur dálítið misvel eftir því hvernig honum tekst til með tæknina. Það skiptir máli að standa rétt í bandinu, vera beinn, koma mjöðmönnum í rétta línu og þá næst átækið beina leið. Lokametrarnir eru erfiðir, en loksins sér fyrir endan á þessari trukkamartröð. Hafþór Júlíus Björnsson líkur því að draga þennan heðunga trukk 20 metra á 86 sekúndum. Hann er fyrstur til að klára og honum er vel fagnað á Héraði. Hann rekur upp ljónsöskur. Félagarnir eru líka farnir að kalla hann ljónið. Páll Logason er ákveðinn í að vinna þessa grein líka. Hér nýtast honum reynsla, þyngd og líkamsburður. Þetta er þó hvergi létt og varla hægt að segja að nokkur taktur náist á þennan trukk. En Páll er sterkur og ákveðinn og hann lýkur drættinum líka og á betri tíma. Þetta eru tæpar 73 sekúndur og enn í jafnast keppni tveggja efstu manna. Það er mikil stemning í kringum þá og auðvitað hérna líka. Páll er góður, hann er mjög góður í þessu greinu sem er eftir hann. Ég verði mjög góðan dag til þess að vinna hann. Þetta voru spennandi, 3 greinur eftir og ég er ágætur í þeim öllum. Ég veit ekki hvernig það fer. Ég hugsa að hann sé fínn. Hann er búinn að ræfa mjög mikið. Búinn að vera mikill bætingabraut. Ég vona að hann sé góður. Þetta sé meira spennandi. En þið langar í titilinn Austfjarðatröllið. Ég kom ekki hingað til að tapa. Það er alveg á hreinu. Hann kemur heim með mér. Það var ekkert mjög þungur á stað sko. Gripur var bara að stríða mér og hann hefði vantað kannski 20-30 kíló viðbót. Já, þetta var frekar erfitt, tók mjög á sérstaklega hann í lokin en gaman að prófa þetta er alltaf verið svona, ég er búinn að bíða þessari grein, langaði mikið að prófa þetta. Þetta var bara rosalega gaman, þetta var helt þungt en þetta var fínt.
Sáttur við þína frammistöðu? Já, svona með fyrsta skipti og mjög lélegir skór. Það var svo sem allt í lagi, eða ekki til þess að vera að hrópa húrra fyrir samt. Páll sigrar og Hafþór annar, engin annar nær bílnum alla leið. Úlfur Orri þriðji og vinnur stig, Sturla 7. og tapar stigum. Hafþór hefur hálft stig fram yfir Pál í efsta sæti eftir 8 greinar af 11. Úlfur pottþéttur þriðji, Sturla og Jón Þór jafnir þar á eftir og Árni Freyr rétt á eftir. Kraftamenn halda áfram keppninni hér á Egilsstöðum á sama stað við sláturhúsi fyrir ofan tjaldstæðin. Hér skal stunda ölkútakast, samkvæmt hefð á kraftamannamótum. Þegar við komum til leiks búið að hækka rána í 3 og 90. Hallgrímur Pálmi Stefánsson sendir kútin hér fallega yfir. Og hér Jón Þór Ásgrímsson, 3 og 90 og hann fleygir yfir. Árni Freyr Gestsson, þetta ljúft. 3 og 90. Og Úlfur eins og Árni í annarri tilraun, þú fyrsta gekk ekki. Ráin hækkuð í 4 og 20. Sturla Ólafsson gengur fram, fimur vel og sendir kútin beint yfir rána. Hafþór Júlíus Björnsson hefur í þetta langa arma og hefur náð furðu góðum tökum á þessu þrátt fyrir stuttan tíma í aflraunum. Hann fylgir líka góðu fordæmi Sturlu og sendir kútin sína leið. Páll Logason orðinn reyndur vel og hann sendir kútin rakleitt yfir 4 og 20. Og svo ráin hækkuð í 4 og 50. Hafþór Júlíus kastar beint yfir. Og þá það 4 og 90. Hafþór sendir kútin yfir 4 og 90 í fyrstu tilraun. En þetta tekst ekki hjá Páli. Hann nær ekki yfir 4 og 90. Hafþór hefur sigrað í þessari grein og snúið taflinu við. Nú ég ekki sáttur. Ég átti að geta miklu betur en þetta. Og hef gert miklu betur en þetta. Þannig að miði fór eitthvað á skeið og hann fór ekki yfir. Svona þetta bara. Stundum var hann bara lélegur. Miklu betur næst. Spennandi keppni og mjög spennt að sjá hvað gerist. Stefna að vinna steintökin og svo Öxullin. Palli mjög sterkur í því og reynda steintökunum. En já, ég ætla bara að gera um besta og sjá hvað gerist. Bara skemmtilegt sem ég gerir að keppa í þessum afbrunum. Og bara verst að ég sé meiddur með þessi hnénu, þannig að mér ekki gengið vel í dag og ekki ger. Þú ætlar að mæta hrikalegur allavega ári? Já, miklu þyngri og miklu fallegri og feitari og bara allt. Sáttu við daginn í dag? Já, bætti mig í kútakastinu þannig að þetta fínt. Bætti mig hana frá í Víkingnum, bara ánægði með þetta. Og 2 greinar eftir, erfiðu móti og löngu að ljúka? Já, ég frekar kvíð fyrir öxlinum. Það er ekki mín sterkasta grein. Hafþór sigrar með 40 cm mun. Páll annar og aftur dregur aðeins í sundur með þeim félögum. Sturla tekur 3. sæti, flestir jafnir þar fyrir aftan. Hafþór hefur aftur 1,5 stig á Pál, baráttan 3. sæti í stigakeppninni í algleymingi. Á Breiðdalsvík býr á annað 100 manns. Þorpið þjónustumiðstöð Breiðdals og byggðist upp úr 1960. En hér heimaslóð Njáls Torfasonar sem vakti drauminn Austfjarðatröllið og hefur lengi verið bendlaður við kraftaíþróttir og kraftaverk ýmiss konar. Við Hótel Bláfell komið að öxulliftu. Nú þurfa menn að jafnhenda öxull sem svo þyngdur eins og þarf til að fá fram úrslit. Fyrsta þyngd 110 kg. Hafþór Júlíus tekst á við þetta og byrjar vel. Þau eru uppi. Næst tekið 120 kg. Úlfur Orri tekst kátur á við þau og þau fara upp. Árni Freyr Gestsson næstur. Þessi kappi kemur víða við og hefur gaman að átökum á milli þess sem hann, viðskiptafræðingurinn, rýnir í tölur og stundar meistaranám í fjármálum fyrirtækja og þessi lyfta 100% uppi. Jón Þór Ásgrímsson 50 í stigakeppninni. Hann berst hart sæti við Sturlu og Úlf og þó hann sé vanur baráttunni alla leið úr ísknattleiknum þá tekst þetta ekki. Sturla nú í 4. sæti rétt á eftir Úlfi og verður helst að lyfta þessari þyngd 120 kg. En hér vantar nú eiginlega aðferð fremur en krafta. Það ekki ólíklegt að bakgrunnur í ólympískum lyftingum myndi nýtast mönnum vel í þessari grein. Páll Logason kraftlyftingakappi og varð heimsmeistari ungmenna í kraftlyftingum í fyrra. Og hann bara elskar lóð. 120 kg stoppa hvergi hér nema í hæstu stöðu. Hafþór Júlíus hefur góða tækni við að koma lóðunum upp á brjósti. Hér vantar bara herslumunin. Þau þurfa að vísu að fara nokkuð langt.
en kapparnir hafa ákveðin tíma og þeir mega reyna aftur og það gerir Hafþór, en það fer mikill kraftur í eina tilraun og það er ólíklegt að önnur gangi og það dugir ekki hér. Það er komin 130 kíló á stöngina. Úlfur Orri reynir fyrstur. Hér vantar ekki mikið, dálitla æfingu og kannski fótavinnu. Árni Freyr er ákveðinn í að koma þessu upp og tekst að rífa lóðin upp á brjóstið. Hann hefur viljan að vopni, en lengra fer þetta ekki núna. Páll Logason þykist sjá hvert stefnir og gengur til verks með blik í auga. Hann veit vel að hann á fyrir þessu og kannski örlítið meiru. Öruggt og pottþétt. Hér er sigur í greininni tryggður og forysta á mótinu í fyrsta sinn. Auka lyfta upp á það. Það lítur vel út, þetta er búið að vera mjög spennandi keppni og ekki síður spennandi núna. Það er núna, ég náðu sér rétt að held ég 1,5 stig á milli okkar og sem að þýðir það að hann þarf að vinna mig og það þarf einn að koma á milli okkar líka svo hann geti unnið. Þetta er ekki búið ennþá, en ég hef allavega góða líkur núna, ég get alveg sagt það. Fyrsta skipti sem þú kemst í að leiða mótið? Já, þetta er í fyrsta skipti sem ég kemst í efsta sæti og ég ætla að halda því. Þetta er eins og ég sagði einn í byrjun mótsins, það er betra að byrja illa og enda það vel. Nú verður að spýta í lófana. Það er rétt, það er ekkert annað. Ég er bara að vinna þessa greinina, klára þetta. Vona að Palli klikki eitthvað. Páll sigrar með 130 kílóum. Árni Freyr og Úlfur Orri eru jafnir í öðru sæti en Hafþór er í 4. til 7. sæti og það þýðir hann er 4 stigum eftir Páli. Þetta þýðir líka að Páll hefur 2,5 stigs forskot og Hafþór fyrir lokagreinina. Úlfur Orri er langt kominn með að tryggja sér 3. sæti. Kraftajöttarnir færa sig að Læknum á Breiðdalsvík. Næsta grein er steinatögg. Dæmigerð steinatögg nema að þetta er ekki allt steinar. Fyrst er stór trjákuppur sem er 90 kíló og það þarf að setja hann ansi hátt. Svo eru steinar 120, 140 og 150 kíló. Hallgrímur fer létt með trjákuppin og svo er það 120 kílóa steinin. Þetta eru töluverð átök, en Hallgrímur fer hugbrúður í þetta. Já, hann er uppi og Hallgrímur búið með 2 og lætur þar við sitja. Valgeir tekur trjákuppin og kemur honum á sinn stað. Það þarf annarkvort langa arma eða mikla krafta eða hvorttveggja til að taka þennan kupp. Valgeir gerir betur. 120 kílóa steinin er verðugt viðfangsefni og hann skal upp og upp fer hann. Glæsilega gert hjá nýliða. Árni Freyr Gesson hefur sótt sig stöðugt í þessari keppni eftir vonbrigði fyrsta daginn. Hann tekur hér 90 kíló. Og hann tekur 120 kíló. Þetta er flott. Og nú er spurning hvort komið er að því að einhver hér klári þennan 140 kílóa stein. Árni Freyr veður í hann. Jú, þetta er hægt og það tekst. Jón Þór Ásgrímsson býr vel að hæð og limalengd í þessa grein, en nú er spurningin bara, eru nægir kraftar fyrir alla þessa steina? Hér er glæsilega að farið. Ekkert virðist hér erfitt. 90 kíló. 120 kíló. Minni fyrirhöfn en hjá nokkrum til þessa. 140 kíló og þau eru líka bara svona verkefni. Og þá er spurningin, er komin hér maður í alla steinana? Er íshokkikappinn frá Akureyri að gefa mönnum hér skilaboð? Hér er ég. Jú, steinarnir eru uppi á rétt tæpri mínútu. Sturla Ólafsson er léttastur keppenda, en hefur sannarlega mynd á það að í þessari keppni að þyngd og hæð eru teygjanleg hugtök. Hér eru kraftar fyrir hvern einasta vöðvaþráð. Það er helst að hæðin sé hindrun. En Sturla sveiflar trjákuppnum hátt, 120 kíló steinni fyrir örugglega á sinn stað og 140 kílóin líka. 150 kílóa steinin er þungur, en hér er líka full harðnaður kappi sem ekki lætur sig við verkefnið. Hann er þrjóskar en steininn og steininn er sigraður. Fyrst kemur hugur, svo kemur hönd. Tíminn rúm mínúta. Úlfur Orri hefur gaman af steinum og sveiflar trénu léttilega fyrst. 120 kíló fara líka á sinn stað og svo er komið 140 kíló af steininum. Úlfur Orri flytur hann býsna örugglega líka, en lætur þar við sitja. Hafþór Júlíus þarf að taka alla steinana. Hann þarf að ná besta tímanum og hann þarf að treysta á að Páli takist ekki að fylgja honum eftir. Það fer ekki milli mála að hér eru miklir hæfileikar í gangi og miklir burðir. Svo stór maður og svo sterkur getur náð langt í afdraunum ef rétt er á haldið. Hafþór ber af öllum sem komnir eru hér. 90, 120, 140.
Hann staldrar aðeins við hann síðasta 150 kílóa steinin, en ekki lengi. Hafþór Júlíus Björnsson klárar alla hér og tekur afgerandi forystu. Klárar þrautina á rúmum 38 sekúndum. Og þá það stund sannleikans. Páll Logason. Þetta eru mikil átök. Allar Viðarkuppurinn að verða honum hindrun. Eða fall farar heill. Loksins fara þessi 90 kíló sína leið, 120 kíló strax á eftir og kallinn flýgur áfram. 140 kíló steinn engin hindrun. Það runnin hamur á Pál Logason. Hann finnur lyktin af sigri, sem eitthvað sem hann hefur stefnt að allt frá því hann fyrst dreif í lóð. 150 kíló steinin hefur ekki fengið aðra eins flugferð hér. Tíminn rétt, tæpar 35 sekúndur og Pál Logason hefur þar með tryggt til sigur. Hann Austfjarðatröll og hann fær bréf upp á það. Ég sagði það. Páll sigrar glæsilega í lokagreininni og Hafþór annar. Þeir voru í sérflokki á þessu móti. Jón Þór og Sturla ljúka greininni líka glæsilega. Páll Austfjarðatröll, Hafþór Júlíus annar og fylgir eftir ótrúlegum árangri á fyrsta móti, sjálfum Vestfjarðavíkingnum, þar sem hann var fjórði. Úlfur Orri þriðji, Sturla fjórði og svo Jón Þór og Árni Freyr. Kappar taka við verðlaunum og það engin annar en Njáll Torfason sem afhendir þeim verðlaunasteinana. Páll Logason má reykja sér hátt og allir getaðir kappar farið sáttur af Austfjörðum eftir frækilega framistöðu í glæsilegri keppni þar sem allir skemmtu sér vel. Hafðist á endarsprettinum. Þetta byrjaði svona hálf tvístígandi eitthvað hjá mér en ég var búinn að segja það. Ég kom ekki til að vinna og ég stóð við það. Ég bara nota tækifæri til að þakka strákunum fyrir mjög skemmtilega keppni og Hafþóri sérstaklega fyrir að hafa þetta mjög spennandi. Hann að koma hrikalega sterkur inn og ég bara spennt að vera að sjá hvað verður úr honum. Ótrúlega ný leið. Það verður fróðlegt að sjá hvað hann gerir á næsta ári. Það verður fróðlegt að sjá. Þú sér það að þetta þriðja keppnin sem hann kemur og keppir í og ég hef aldrei séð hann aðeins, aldrei annað en efni. Þetta rosalegt, hann ótrúlega sterkur. Þetta var bara skemmtilegt og spennandi mót og Pálinn alltaf hrikalegur, þannig að það var bara gaman. Ósáttur? Já, maður vil alltaf vinna sko, en þetta var samt bara mjög fínt. En þú ætlar að hafa sigra á þetta næsta ári? Að sjálfsögðu, kem sterkari þá, mjög sterkari. Já, ég kem að næsta ári, miklu fallari, miklu sterkari, miklu betri og vinnum þetta miklu meiri yfirbörðum. Gerum þetta allt bara miklu betur. Já, ég ætla að koma aftur og gera mitt besta og reyna að sigra. Æfi mjög vel í vetur og svo. Fella Palla af stallinum sem hann á þann. Já, það rétt. Það er að gera það. Ulvis crazy! Well bet. Ja!